Lækurinn nú í svona manngerðum skurði, þar sem svona rofvandamál og það eru flóðavandamál í jarðhitagarði. Þannig við erum að gera nýjan náttúrulegri farveg á betri stað, þar sem að vatnið rennur svona hægar og náttúrulegri hátt og erum að nota til þess náttúrumiðaðar lausnir svokallaðar. Fáum náttúruna í lið með okkur til þess að hjálpa okkur að leysa vandamál í umhverfinu og svona stuðla að líffræðilegri fjölbreytni og betra fyrir umhverfið. We've developed this method, really what we call the nature-based approach in Scotland over the last 15 years or so. Through trial and error, we've done this type of work in different types of environments. So it's a balancing act between the need for the channel to be stable and functional, but also to be environmentally sensitive and sustainable. So here we've got a very specific engineering requirement. We need to sort of manage flood risk, but at the same time we need to be sensitive to the environment. So we're trying to reinstate turfs on the bank at the same time as providing a stable channel. So I don't know if you can see, the banks of the channel are protected with these structures, rock rolls, which provide the resistance to erosion, but we also at the same time have this reinstated vegetation, which is, it provides some sensitivity to the environment. Grjótpulsurnar, við erum í raun og veru líka eftir trjábólum, af því að eins og við sjáum það ekki mikið á trjám á Hellisheiðinni, þannig að þessar pulsur eru þá notaðar í staðinn til að styrkja bakkann og við fluttum inn svona net frá Bretlandi eða Skotlandi og fylltum það að grjóti. Þetta hefur ekki verið gert áður á Íslandi, svo við vitum til, allavega hafa ekki verið notaðar grjótpulsur í bakka áður og ekki búnir til svona lækjarfarvegur með náttúrumiðum lausnum, þannig að þetta alveg klárlega nýsköpunarverkefni sem að passa rosalega vel í jarðhitagarðinum, þar sem við erum einmitt að fara að byggja nýsköpunarmiðstöð sem mun kallast Glóð, þannig að bara áfram nýsköpun.